Gervigreind og framtíð vinnumarkaðarins. Hæfni, réttindi og tækifæri fyrir alla. Gervigreind að umbreyta vinnumarkaðnum hraðar en við höfum áður séð og tækniframfarir síðustu missera hafa þegar breytt mörgum þáttum vinnu okkar. Í þessu stutta myndbandi munum við skoða hvernig gervigreind hefur áhrif á vinnumarkaðinn, framtíðar störf okkar og þá hæfni sem líklega að gerð verið krafa á vinnumarkaði á komandi árum. Þegar við hugsum gervigreind sjáum við oft fyrir okkur sjálfkeyrandi bíla eða vélmenni sem framkvæma flóknar aðgerðir. En sannleikurinn sá að gervigreindin ekki alltaf svona spennandi. Gervigreind þegar farin að hafa áhrif á marga þætti daglegs lífs okkar. Við sjáum hana í spjallmennum sem svara þjónustuspurningum, sjálfvirkri ráðgjöf í netverslun og raddstýrðum aðstofamönnum eins og Siri og Alexu. Gervigreind býr líka til persónusniðnar tillögur á streymisþjónustum, greinir sjúkdóma í heilbrigðisþjónustu og notuð á snjallheimilum til að stjórna lýsingu og hitastigi. Hún einnig farin að hafa áhrif á samgöngur með sjálfvirkri akstursaðstoð í bílum eins og Tesla. Gervigreind því ekki bara framtíðatækni, heldur hún þegar orðin órjúfanlegur hluti af daglegu lífi okkar. Með gervigreind verða kröfurnar hæfni og störf flóknari. Sum störf gætu horfið vegna sjálfvirknivæðingar á meðan önnur störf verða til þar sem ný verkefni spretta fram. Í raun líklegt að flest störf muni taka einhverjum breytingum þegar nýjar aðferðir koma í staðinn fyrir eldri vinnubrögð. Gervigreindin hefur nú þegar haft mikil áhrif á fjölda starfa. Hún ýtir undir sjálfvirknivæðingu einhæfra starfa og gerir sérfræðistörf skilvirkari, til dæmis með gagnaúrvinnslu. Þannig hafa spjallmenni, sjálfsafgreiðslukerfi og gervigreindardrifnar framleiðslulínur þegar breytt störfum í þjónustu, verslun og framleiðslu. Auk þess sem heilbrigðisþjónustan nýtir nú gervigreind til sjúkdómsgreininga. Þetta þýðir að við þurfum að endurskoða hvernig við nálgumst störf og hæfni þarfir á vinnumarkaði í framtíðinni. Nú ekki lengur nóg að treysta á hefðbundna færni. Í staðinn mun hæfni á sviði gagnaúrvinnslu, samskipta, lausnamiðaðrar hugsunar og aðlögunarhæfni verða mikilvægari en nokkru sinni fyrr. En ef við tryggjum ekki aðgengi allra að þessari þróun, gæti verið hætta á að sumar starfsstéttir verði útundan. Til að mæta þessum breytingum gegnir hæfniþróun og endurmenntun lykilhlutverki. Samkvæmt skýrslu OECD sérlega mikilvægt að huga að því að allir hópar hafi aðgengi að menntunarúrræðum. Framhaldsfræðslukerfið, 5. stoð íslenska menntakerfisins, gegnir stóru hlutverki þegar kemur að því að gera fólki á vinnumarkaði kleift að aðlagast breytingum starfa, hvort sem það orsakast af notkun gervigreindar eða einhverju öðru. Hún mun áfram gegna lykilhlutverki í því að aðstoða verkafólk og aðrar starfsstéttir við að laga sig að nýjum störfum og breyttum vinnuaðstæðum. Það því mikilvægt sem aldrei fyrr að styrkja framhaldsfræðsluna. Þá þarf að þróa nám sem leggur áherslu á hæfni sem síður líkleg til að verða sjálfvirknivædd, eins og tilfinningagreind, samskiptafærni og skapandi hugsun. Ísland hefur alla burði til þess að mæta þessum áskorunum, en það krefst þess að öll fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar taki virkan þátt í þeim breytingum sem í gangi. Þar sem gervigreind umbreytir störfum og vinnuaðstæðum mikilvægt að tryggja að enginn verði útundan. Það ekki nóg að innleiða nýja tækni, heldur verður einnig að tryggja að allir hafi aðgang að þeirri þekkingu og hæfni sem þarf til að nýta sér tækifærin sem gervigreind býður upp á. Í OECD Employment Outlook skýrslunni lögð sérstök áhersla á að þekking á gervigreind og hæfniþróun á því sviði sé lykilatriði í að tryggja að allir hópar samfélagsins njóti ávinningsins af tækniframförum. Þegar við tryggjum að allir fái aðgang að þjálfun og endurmenntun, getum við stuðlað að réttlátari vinnumarkaði þar sem enginn hópur verður skilinn eftir. Í skýrslunni lögð rík áhersla á að samvinna og samræður aðila vinnumarkaðarins séu lykillinn að farsælli innleiðingu gervigreindar. Þetta verða að gera til að tryggja að gervigreindin muni í raun bæta bæði framleiðni og vinnuaðstæður fólks. Fyrirtæki þurfi að sýna samfélagslega ábyrgð og virða réttindi starfsmanna, svo sem með því að taka tillit til friðhelgi einkalífs og tryggja gagnsæi þegar gervigreind notuð til eftirlits og eða ákvörðunartöku. Gervigreind býður upp á gríðarleg tækifæri til að bæta vinnumarkaðinn og störfin okkar, en til að tryggja að allir fá að njóta ávinningsins verðum við að fjárfesta í hæfni uppbyggingu, tryggja samræður og að allir fá að vera með í ferlinu. Með því að vinna saman getum við tryggt að framtíðin með gervigreind verði björt og sanngjörn.